Já, gott. Tap í N1 höllinni í kvöld. Óþálega stórt má segja það. Já. Bara svona búin að vera að koma tilbaka, þú veist, vinna 2 núna í röð með bikarnum, 1 í deild og 1 í bikar og svo hvað ég reka leikmann. Þannig að undirbúningurinn var ekki eins og ég ætlaði mér. Þannig að þú veist, og bara margar sárar út í mig. Hvað er að gerast? Akkur ákveður að reka leikmann þegar þið komist á sigurbraut? Ég var að leita bara síðan í lok október, sko. Já. Svo bara loksins fann ég eitthvað, við bara þurftum meiri hraða, meiri hreyfanleika. Fjarkarnir í þessari deild eru bara eitthvað bakverðir og það er bara erfitt að matcha þetta upp að vera með 2 stórar og þungar, sko. 2 sigrar röð eins og þú segir og annar þeirra virkilega sterkur á móti sterku liði Keflavíkur. Svo áfram við bikar. Þetta er svona, svo við fórum að sletta, þetta er trenda í rétta átt þrátt fyrir þetta tap hérna í kvöld hjá okkur. Já. Og þú veist, og náttúrulega tímabúndurinn, þú veist, að reka hann ekki eftir þennan leik. Já. En náttúrulega átti flug í fyrramáli, sko. Já. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, það var bara ekki í hjarta mér að mæti henni bara hérna inn í klefa bara til leik og reka hana og senda hana svo beint í flugvél, sko. Þannig að ég gerði þetta á sunnudaginn og en já, þú veist, þetta er að færast í rétta átt og en ég ætla að gera þetta því ég er fullviss það að þetta mun hjálpa okkur í framhaldinu og við ætlum bara að vera klárar bara, þú veist, áramótin og vera byrjun eftir áramót. Kæra þakkir. Takk fyrir. Gangi ykkur vel.